Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir á línuna. Við erum í sambandi við Norðurlandið og það eru tveir ungir menn sem eru á lista í sósíalistaflokknum Norðausturkjördæmi. Elvar Forsdal í 15. sæti í Norðaustur og Ari Orrason í öðru sæti í Norðausturkjördæmi líka. Eru þið þarna? Já. Komið sælir, takk fyrir að koma í hérna svona óforvarendis í létt spjall bara sósíalismann fyrir norðan. Hvar eru þið staddir svona, þegar maður segir norðaustur, hvar nákvæmlega eru þið staddir? Já, við erum báðir á Akureyri núna, við erum 300 metrum frá hver öðrum Akureyri núna. Já. Hann er í vinnunni og ég er heima hennar. Þannig að þið eru ekki fulltrúar dreifbýlisins beinlínis, þið eru hérna Akureyrar. Já. Langt síðan held ég, langt síðan að annarkvor okkar bjó í dreifbýli held ég sko. Já, ég var á Ísafirði 2013-2016, eitthvað svoleiðis. En já. Og hvað svona, hvernig finnst ykkur umræðan svona helstu málefnin fyrir kosningarnar vera? Finnst ykkur vera svona sósíalískur tónn í því, eða finnst ykkur auðvelt að koma svona sósíalismanum að í umræðinni, eða hvernig eru móttökurnar? Já, mér finnst að mjög, fólk er mikið móttækilega fyrir þessu. Það myndi halda. Það hefur alltaf verið svona almenningur, svona tilfinning manns að maður sé í meiri jaðri en við erum að vera, sko. Fólk er mjög sammála okkur helstu mál, sko. Það er aðalega, sko, eiginlega bara hugtakið sósíalismi sem að fólk er ósammála. Það er ekki ósammála okkar helstu stefnumálum, sko. Þau eru öll sammála á þeim, sko, og flokkarnir margir apa eftir okkur í þessu líka, sko. Já, finnst ykkur vera það? Já, en stundum er nú sagt að Gunnar Smári hefur nú sagt að fyrir kosningar séu allir sósíalistar, svo kannski breytist það svona heldur hratt eftir kosningar. Jú. Því það er verið að höfða til ykkur svona samanlegra gilda og samfélagssjónamiða sem að kannski mitt flestir geta verið sammála En eru þið með einhvern svona, leggið þið áherslu á einhvern einn málaflokk umfram annan þegar þið eru að tala pólitík núna? Sko, allavega svona í samtölum, formlegri samtölum fyrir fyrir þessar kosningar hef ég verið bara að tala svona okkar helstu stefnumál. Það er háttun ríkisfjármála og húsnæði, en ég hef líka, ég var heppinn, ég fengið að mæta á viðburði í framhaldsskólanum sem er það er bara mjög nálægt mínu starfsviði seinustu ár, sko. Ég vinn sem forvarna og félagsmálaráðgjafi hjá Akureyrarbæ, þannig að þetta er svona málefni ungs fólks er kannski eitthvað sem ég hef reynt líka dálítið að tala þetta er svona umhverfi sem ég er búin að vera að vinna í síðan 2014 í rauninni, bara frá því ég var sjálfur krakki, bara í gegnum ungmennaráðinu í bænum. Þannig að sko af öllu sem maður er svona fjallum, þá er kannski það sem maður veit mest maður er svona mesta þekkingu, en svona ég held að aðalþungin síðan, sko, þegar við höfum verið að tala við svona fullorðnari hópa, svona 20 uppur, þá er það námslánakerfi og húsnæði held ég aðalega. En þegar þú ert að tala svona þitt sérsvið, forvarnar og félagsmála, þú ert forvarnar og félagsmála ráðgjafi, og þegar þú ert að tala ungt fólk og þú segir að margir aðrir svona apa eftir og séu með sósíalískar áherslur, en hvar getur þú þá ekki einhvern veginn samt komið með þessar sósíalísku
áherslur og hérna er það þín reynsla að hinir flokkarnir kannski eru búnir að fá svolítið, flestir þeir eru búnir að fá séns til að koma þessu málaflokki í lag og hafa kannski ekki komið með neina svona aðgerðir sem að skila varanlegum árangri eða þannig, eða hvað finnst þér svona, hver finnst þér þörfin vera núna á svona aðgerðum sósíalista? Þá í kringum á þínu sérsviði? Já, bara mínu sviði, sko. Já, sko, ég held að og jafnvel, sko, ekki heldur veit að hérna áherslan sem við ættum að vera með í þessum málum, sérstaklega núna, er að tala fyrir til dæmis bara auknu fjármagni inn í þetta svið sem er hérna forvarnastarfsemi bæjanna. Það er þá bæði fræðslur og líka félagsmiðstarf. Við erum búin að standa frammi fyrir til þetta erfiðu tímabili svona akkurat núna seinustu ár, bara í kringum áhættuhegðun og ofbeldi. Þannig að það er búið að vera talsvert álag á starfsstéttinni. Ofan að það þá erum við ekki með hérna sem sagt hérna það er ekki búið að festa starfsemin okkar í lög með hérna félagsmiðstar sem að þýðir það að beygðir geta í rauninni bara út frá hentisemi og svona geðsáttar ákvörðunum bara lokað félagsmiðstum. Þetta gerst í Hafnarfirði með ungmennahús til dæmis. Þá var hérna starfseminni þar bara lokað fyrirvaralaust og hérna starfsfólk þar og bara ungmenni sem var að sækja þjónustuna, allt í einu var það bara farið. Hann hérna voru tekin viðtöl og tala við hérna hann Óskar sem er þar, eða var þar. Þannig að það er svona bæjunum ber í rauninni sko engin lagaleg skylda, þannig sé held ég nú gæti sko það má alltaf hérna svona sannræna það sem ég er að segja, en bæjunum ber engin lagaleg skylda til þess að sinna okkur eða hérna gefa okkur nægilegt fjármagn. Þannig að það er sko sem sósíalistar ættum við að beita okkur fyrir því til dæmis bara að að þessi starfsemi verði lögfest, að það sé nægilegt fjármagn sett út í þetta, af því að maður hefur svona komist að því að þrátt fyrir því að vera hérna kannski í álægst tímabili þá það stoppar ekkert bauðina frá því að gefa frá sér tilkynningar að nú eigi að skera niður eða hagra eitthvað í kringum. Þannig að það er svolítið svona stórt bili mitt frá þegar einhver svona ofbeldis atvik sem rata í fjölmiðla koma upp, að þá tala mjög margir mikilvægi aukinna forvarnar og aukins forvarnarstarfs og starfs með unglingum, en síðan einhvern veginn ungu fólki, en maður sér ekki alveg svona eftirfylgnina og sérstaklega mikilvægt sem voru að nefna með þessar lögfestingu, því að annars er svo mikið svona óöryggi innan þessara bara starfstéttar eða hvað. Nákvæmlega. Það er En hvernig finnst þér ungu fólki svona í kringu þig, hvernig finnst þér ungu fólki líða? Finnst þér vera breyting svona á líðaninni? Finnst þér vera aukið ofbeldi og... Sko, það er... Nú hef ég unnið kring gögn bara sem er að mæla þetta. Það var íslensku æskulýðsrannsóknar og við, sko, ef við förum bara alveg beint í tölunar þá er búið að lækka núna á milli kannana sem sagt þessi ofbeldistíðni. Mælanlega allavega. Það maður sér það alveg í starfinu og bara, bara í gegnum kontakta og líka bara starf hér að það koma upp ofbeldismál. Það er ég held að sé bara ógeðslega erfitt að vera ungmenni í dag. Þau eru
það er svona það er einhver svona yfirstandi bylgja akkurat núna af bara svona ultra neysluhyggju. Þau eru ótrúlega svona þau eru ótrúlega tengd inn í alls konar neyslu. Það er hvort sem þetta séu fatakaup, ungir strákar til dæmis núna eru mjög þeir vita allt ilmvötn allt í einu sem ég man ekki eftir frá því ég var úlingur. Og það er svona já, þetta er svona þessu fylgir finnst manni sko, nú hef ég ekki lagt út inn að rannsókn með þetta en maður svona bara út frá því að vinna með krakkanum, manni finnst þetta skila sér dálítið í að krakkar upplifi það að það er alltaf eitthvað meira sem þau þurfa að bæta við sig eða sitt líf að þau séu ekki að þau séu bara ekki nóg. Það er alveg sjálfsmynda vandamál hjá ungu fólki í dag held ég og alveg þokkalega talsvert meira heldur en það hefur verið áður held ég. Eins og bara í þessum sömu rannsóknum með íslensku æskulýðsrannsóknirnar við sjáum bara vanlíðan hjá úrlingsstelpum er bara fáránlega há. Alveg bara svona það er sláandi að þegar maður er að skoða þessar tölur nú er ég ekki með þær fyrir fram mig en samt er þetta það er ótrúlega erfitt að horfa á það svona í svart og hvítu hvernig krökkunum líður að því að okkar vinna er náttúrulega að reyna að efla þau, reyna að sjá til þess að þau séu ánægð með sig sjálf og hafi svona verkfærin til þess að geta byggt upp jákvæða sjálfsmynd. Þannig að þegar maður sér þetta þetta er alveg erfið að tölur að horfa upp á og þá hjálpar ekkert okkur síðan þegar þá að minnka eða verið að svona lofta þeirri hugmynd að minnka framlög til okkar sko. Man svona finnst að vera einhver hálf tilgerðarlegt við það hvernig allir segja já, nú þurfum við að beita okkur fyrir ungt fólk og gera síðan ekki neitt sko. En er það ekki líka stundum einmitt sko aðgerðirna sem lofað jafnvel í kosningabortinu eru svona innan þessara sömu neysluhyggju, þú veist að láta gefa ungu fólki eitthvað svona líku við einhverja bara happaþrennur eða ég veit ekki hvað, kannski ekki beint með happaþrennur en mann og ekki meira en ég meina sko er ekki svolítið svona sósíalismin fjalla líka það að það verða að vera samræða og það verða að vera samfélag en það verði líka að vera taka til setja í samhengi til dæmis að þeir sem að ef sjálfsmyndin byggist mikið á neyslu þá hlýtur náttúrulega hljóta þeir sem að hafa betri efni á þessari neyslu að hafa sterkari sjálfsmynd að einhverju leyti kannski. Þannig að þetta efnahagslega kemur inn í það ekki? Er ekki svona, finnst þér það ekki koma aðeins í ljós? Jú, ég held ekki endilega samt að þau sem að það skilir sér í að þeir krakkar sem að búa við þær aðstöður að þau bara geti fengið meiri af hlutum keypt meiri, þau eða foreldrar eru keypt meiri neysluvörur. Ég sé það ekki endilega skila sér í svona betri sjálfsmynda því það er þessi svona þetta er svona þessi vítahringur neysluhyggju sem að þér má aldrei líða eins og það sé komið nóg. Þú átt alltaf að þurfa meira, þú átt alltaf að þurfa og þetta er svona kannski fylgifiskur líka þessar hugmyndar svona endalausa vöxt svona sem að þú finnur í nýfrjálshyggjunni. Þetta er þú þarft alltaf meira, þú mátt aldrei vera ánægð með það sem þú hefur af því að þú getur alltaf átt meira og er nýjasti hluturinn sem þú getur eignast. Er ný föt sem þú þarft að kaupa, þú þarft að kaupa þér föt oft, þú þarft að eiga hellingaföt, þú þarft að eiga föt fyrir nánast hvern einasta dag
af því að þú mátt ekki láta sjá því sömu fötunum 2 daga í röð, það verður náttúrulega hræðilegt sko. Þú þarft að kaupa með að þessa stórtónleika þú þarft að eiga þetta plaggat, þú þarft að eiga hana ból, þú þarft að eiga þetta ilmvatn, þú þarft að eiga þessa tegund að svona snyrtivörum. Þetta endalaust. Þannig að blekkingin þessi einmitt að kannski þeir sem að fá nóg af þessu, eða þetta ekki nóg en fá allavega mikið en aldrei nóg eins og þú segir, þeim líður ekki vel, það líður engin vel í þessu kerfi, sem sagt, það líður engum vel en kannski þeir sem að fá ekki nóg eða hafa ekki peninga, þeir halda kannski að hinum líður betur og líður jafnvel verð þá í samanburðinum, eitthvað svoleiðis. Já, ég held að það geti alveg rétt. Það fylgir náttúrulega bara svona óöryggi ef að þú býrð við þar aðstæður að þú eða fjölskyldan getur ekki akkurat orðið sér út þennan sama hlut sem að allir aðrar að fá. Þannig að já, og maður sér það bara birtast hjá þeim krökkum sko. En það líka bara aðalega þetta að vera með, þið finnið að það hjálpar að tala við krakkana og einhvern veginn veita þessu einhver mótspyrnu, því það ekki nóg kannski bara að kenna símanum eða áhrifum frá samfélagsmiðlunum og setja einhver bönn á það þarf líka bara veita einhvers konar mótvægi. En hvað segir þú, Elvar Forsdal? Þú ert nemandi, finnur þú fyrir... Námsmaður, já. Finnur þú fyrir þessari neysluhyggju svona, ert þú sloppinn? Eða ert þú... Nei. Ég allra versti afbrotamaður neysluhyggjunar. Og ég svo flinkur í því að ég afneit henni og tek þátt í henni á hverjum degi. En ég samt alveg sammála sko, það sem aðrir að segja, en ég ekki sloppinn frá henni sko. Ég reyna alltaf að vinna í því en ég en það mjög sjaldan sem það eru föt eða eitthvað svona útlitslegt. Ég bara hvort það sé bækur eða teiknimyndasögur eða diskar og þetta aðalega afþreyingarefni, svona því meira sem hugsa út í það. Já. En ég held ég að við skána alveg gegnum það sko. En finnur fyrir svona eins og pressu, ekki samt minni pressa frá félagunum sko, einmitt varðandi útlit og svoleiðis og merki og réttan ilm? Jú, ég held að það kemur samt líka bara með því eldri sem þú verður sko. Það minni, þú veist, klíkuskapur og þú veist, þegar maður og að því að pressan vanalega finnst mér og það náttúrulega undantekningar á þessu en þessi svona pressan og svona félagspressan sko, hún kemur vanalega frá sjálfum manni sko. Þú veist, þetta er mikið meira sko að fólk upplifi sem það þarf að gera þetta og gera þetta en það ekki endilega verið að setja eitthvað harða kröfu á það. Og það náttúrulega meira og meira satt því heldur sem það verður sko. Ég finn ekki verið mjög pressu að taka þátt í misleikinn. Það líka því ég þú veist, ég 22 ára og ég bara að vinna og þú veist, og í námi líka sko, en það eru mjög fáir sem gætu verið að setja þessa pressu á mig sko. Nefnum bara kærasta mín og það verður mjög skrítið ef hún væri að fara að gera það sko. En hvað finnir þú þá svona fyrir hvar finnir þú fyrir svona mestri þörf til þess að koma breytingum eða þú veist, þörf á breytingum og svona sósíalískum eða samfélagslegum aðgerðum svona í þínu lífi? Sko það sem að dregur mig akkurat núna mest í þáttöku í stjórnmálum frekar heldur en bara atkvæðum það að koma á skjön við og stöðva þessa áframhaldandi einkavæðingu sem í gangi og þessar niðurskurðarstefnu. Það það sem að helsta breytingin sem ég vil sjá núna minna breyting og stöðun á frekari breytingu í hináttina. En það með söluna á Íslandsbanka
og með sko vilja viðreisnar og sjálfstæðismanna og fleiri íhaldsflokkar sko, að bara í frekar einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Ég hef heyrt Áslaugu Örnu tala í jákvæðum orðum fleiri einkarekin fangelsi og svo náttúrulega einkarekin skóla. Mér heyrist sjálfstæðismönnunum að þau vilja byrja á grunnskólastiginu sem galin hugmynd sko. En ég var á einkareknum leikskóla og ég get sagt þér það að það var hræðilegt. Það bara það alltaf mikla áhættuþættir í því að treysta einkareknum aðilum fyrir að ala upp börn sko. Það þessar skóla gera í raun og veru, þau eru að ala upp börnin og það að treysta einkareknum aðilum sem hafa sko, sem eru meira sækist eftir því að fá fjármuni frá ríkinu frekar heldur en það að og frá fólkinu frekar heldur en það að sinna starfi sínum vel af því að þetta má ekki vera hagnaðardrifið. Þetta verður alltaf hagnaðardrifið á einn eða annan máta. Og það ekki hægt að treysta því að hagnaðardrifinn einstaklingur sé að fara að sinna þessu vel af því að þetta ekki búð sem í samkeppni við búð hinum við götuna. Þetta stofnun. Og sama má segja náttúrulega húsnæðismálin það ekki. Þið finnir lítur að vera fyrir því hvað húsnæðismarkaðurinn orðinn hagnaðardrifinn. Já. Og mikil þörf á svona óhagnaðardrifnum bara endur uppbyggingu húsnæðiskerfisins virðist vera. Já, sem dæmi þá ég núna í eins herbergja, tveggja herbergjar, það tæknin að sé að stofa eins og hálfs herbergjar íbúð á 170.000 krónum á Akureyri og ég taldi mig vera og tel mig vera bara frekar heppinn með það. Að það var bara frekar fínn dýrt, en náttúrulega í venjuleg húsnæðiskerfi væri það ekki fínn dýrt, sko, það væri bara mjög dýrt. En þegar við fórum að leita íbúð þá var þetta allt bara svona kjallaríbúðir á þessu verði og og það náttúrulega sko allt og lítið af félagsíbúðum. Það allt og mikið það að ungt fólk og maður getur ekkert harmað einstaklingum fyrir að taka þátt í þessu sko. Að fjárfestingar eru ekki, einhver hlutabréfamarkaður eða eitthvað svoleiðis heldur, það fjárfesting og að kaupa íbúð til þess að selja hann aftur seinna. Þetta og þegar allir eru farnir að taka þátt í því, stór fyrirtækin og einstaklingar, að þá verður bara mjög lítið af íbúðum eftir. Og það bara að segja sér sjálft að ef allir eru að kaupa íbúðir til að selja þær herra, þá tekur ekkert langan tíma fyrir stöðuna að verða eins og í dag. Þetta var alveg fyrirsjáanlegt vandamál sem að enginn nefndi eða vildi gera eitthvað í. En hefur þú tekið eftir svona eins og svolítið breyttu landslagi til dæmis í þessu, sko, þar að segja munur á milli hópa, ungs fólks, þeirra sem geta tekið þátt í þessu braski, sem sagt, ekki eitthvað braski í þessu viðskiptum og fjárfestingum og hinna sem geta það ekki, sko. Hefur þetta bil ekki alltaf aukist á síðustu árum eða hvernig upplifir þú það? Ég meina þá hvaða hópar það eru sem að geta tekið þátt í þessu? Já, ég er að hugsa svona hvort að menn höfðu, að því að sko fyrir nokkrum árum þá voru fáir sem töluðu svona mikla stéttaskiptingu eða svona ýktan mun, aðstöðumun ungs fólks, en núna virðist vera að það eru svo margir sem tala þetta og bara einhvern veginn að fatta hvað mikill aðstöðumunur. Ég held að húsnæðismarkaðurinn alveg stór hluti að því, sko, að fólk fólk sem annars væri ekkert að pæla í og sér að taka eftir þessu. Af því að eins og þegar ég hugsa þá vini mína og bara svona kunningja sem ég veit að hafa keypt eða eru alveg að fara að kaupa íbúð bara til þess að leigja þær út, skilurðu seinna, að leigja þær út strax, sko, þeir ætla ekki bara að vera í foreldrahúsum til að byrja með. Það aðalega fólk sem á svona foreldra í betri stöðum, sko. Eins og það væri ekki raunhæft fyrir einhvern
með minn bakgrunn að gera þetta án þess að hafa verið að safna sín ég var 14 ára, sko. Þú veist, það er svona helsti munurinn fyrst mér, sko. Nema með einhverjum undantekningum, það er örugglega einhver sem við tekist það, sko, einhver. Nei, þetta er nú bara mjög athyglisvert að það er húsnæðiskerfið sem er búið að búa til hérna gríðarlega mun og leigjendasamtökin einmitt hafa verið að rannsaka afstöðu flokkana og komist að því að sósíalistaflokkurinn væri með svona eiginlega raunverulegustu breytingaplani eða breytingar hugmyndir sem að myndi kannski vera líklegastar til að ná okkur út úr þessu ástandi. En segið mér aðeins hérna, þegar þið horfið á, svona undir lokin, þegar þið horfið á kosningaumræðuna og baráttuna, finnst ykkur vera nóg talað bara aðra staðin Reykjavík, þú finnst ykkur Akureyri og landsbyggðin í heild ná einhverju máli? Sko, ég er búin að hirða mig mikið á því að ég hlusta á maður hlusta smá á Bakherbergið og Podblessi Ísland sem heimildin er með og líka bara með umfjöllunina yfir höfuð að það er svo mikið alltaf að vera að setja alla flokka í samhengi við Reykjavík sem að er bara náttúrulega fáránleg pæling að því að fyrsta lagi þú rekur ekki ríki eins og þú rekur borg, sko. Þetta er allt annað vinna og líka það er alltaf svona sem að sletti þessi pöndittar eru svo mikið alltaf að ættast til þess að við fyrir norðan og austan og vestan og bara á öllu landinu séum eitthvað ógeðslega mikið að fylgjast með borgarstjórninni og það er svo mikið umræður eitt í það að tala hvort það næsta ríkisstjórn er Reykjavíkur módelið og eitthvað svona, menn það skiptir einhver máli fyrir okkur og einnig með það að þessi löngun til þess og sumir sem er að skilja ekkert í því að flokkarnir alltaf geta að taka borgarlínu fyrir í þessum alþingiskosningum. Það er bara eins og samfylkingur að það var að vera ég held að það var hann annar þeirra í Bakherberginu skildi ekkert í þessu eða í heimildin í Podblessi Ísland, annar þeirra þar skildi ekkert í þessu. En máli er náttúrulega að það náttúrulega myndi alveg útiloka okkur sem ekki var umræðandi, sko. Þetta ætti bara að vera borgarmál, sko, en svo er það líka bara það að það er ekki voða mikið reynt að ná til okkar á landvísu, sko. Það eru, svona oddvitaðir að tala til okkar, sko, en flokkarnir sjálfir virðast bara vera svo uppteknir að því að ná sem mestu prósentu atkvæða að ég held að sé bara það að það er okkur þau tala aðalega til þess að tryggja höfuðborgar atkvæða, sko. Nei, umdæma. En nú er nokkur máli eins og búin að koma upp eins og náttúrulega bara almennt samgöngumál síðan sem er ekki mikið rætt. Síðan er það svona að stærstu nýsköpunarstyrkir sem að sjálfstæðismenn er að hreykja sér af að þeir hafa farið til Samherja og það er náttúrulega á stefnuskrá sósíalista að brjóta upp Samherjaveldið og ná kvótanum í hendur almennings og svona, það er og svo er það búvörulögin og það er svona einhver atriði en það er alveg rétt, það næri ekki almennilega svona flugi í umræðinni. Hvað er það sem að þið myndu vilja setja á dagskrá núna? Nú eru bara 3 dagar til kosninga. Ari, hvað ætlar þú að reyna að setja á dagskrá verandi í öðru sæti? Þá bara í umræðinni eða þá bara... Já, í umræðinni bara. Sko, við þurfum það er reyndar kom núna daginn svona það sem að kannski hefur verið manni efst á huga svona í lokalmálum, sko, sem var púfurlögin. Það er nú náttúrulega búið við bara í bæi þar sem við vorum að horfa upp á það að kaupfélag Skagfirðinga væri að fara að kaupa upp alla kjötvinnslu í bænum sem að þetta er svona óhugnanlega möguleiki bæði fyrir bara sko fólk sem neytendur að það sé eitt fyrirtæki sem hafi þá bara stjórn á verðlagi og þess áttar og sama með bændur nú að í rauninni þið þurfum
þurfa að sitja upp með það að hafa í rauninni engan möguleika til þess að vera allavega í svona standa miklu hallari fæti heldur en ef til þess að væri einhver valkostur hvað þið getur farið með til hvað fyrirtæki sem getur farið með afurðir. Ég hugsa að það svona kannski eitthvað sem að við þyrftum að einbeita okkur aðeins á af því að nú norðaustur þetta er mjög stórt svæði og mikið af þessu dreifbýli, stórt landsvæði inn í kjördæmin okkar eru bændur og var það bara að bændur þetta ein stofn svona verkagrein þjóðarinnar okkar sko. Þetta stéttin sem sko byggir upp allavega eina stéttin sem byggir upp landið. Ég held að sé svona bændur og sjómenn kannski svona þessar svona tvær ef við hugsum Ísland sem svona marmarahús byggt upp á stóðum sko, þá þetta eru bara burðastóðir sko. Ég hugsa að við ættum áfram að skoða og tala húsnæðismálin. Leiguverðin á Akureyri orðin fáránleg og sama á við að kaupa. En ég hugsa akkurat líka að við eigum að ekki það að líta eftir við höfum ekki meira tíma til þess heldur en við höfum haft sko. Við eigum líka að tala hugmyndina sem sko að gera leigu að einhverju sem bara alls ekki slæma möguleiki, eitthvað sem getur alveg hugsað og þá í gegnum okkar stefnu í uppbyggingu félagslegs til dæmis. Já. Svo náttúrulega þetta sem að margir miskilja í umræðu möguleika ungs fólks og svoleiðis, það þessi blómlegi raunverulega uppbygging sko, sem að sósíalismen með. Það halda margir að sósíalistaflokkurinn sé með svona gamaldags hömlur og skatta á til dæmis smá fyrirtæki og svoleiðis. Þú veist, eigi bara hvernig skattleggja öll fyrirtæki og svoleiðis, að meðan að það raunverulega mjög ígrundu skattastefna sem einmitt að örva svona smá fyrirtækja samfélög sko. Það raunverulega bara verið að beina spjótum að þessum svona risastóru stórfyrirtækjum sem hafa fengið hafa ekki borgað einu sinni til samfélagsins. Þannig að það virðist vera svona ýmislegt sem þarf að rétt af í umræðinu sósíalisma en það eins og segir það kannski svolítið erfitt að gera það á 3 dögum. Finnst ykkur þið vera spurðir mikið svona og beðnir að koma og ræða málin? Er svona almennur áhugi finnst ykkur núna? Já, það sko nú hef ég sko umhverfið sem ég búin að vera í mest seinustu vikur nú bara sko það vinnan og hljómsveitarheitingar. En fólk alveg forut og vinnufélagar eru stundum að spyrja mann og og náttúrulega stundum að henda í svona pota í mann með einhverju svona sósíalista grína nú ætlum við að skattleggja allt að þeim eða taka þeim tannburstan sko. En allt í góðu gríni samt sko. En ég held að fólk alltaf það hefur áhuga á því að heyra allan fólki í kringum mig hefur áhuga á að heyra svona hvað í gangi og hvað við erum að bralla af því að leið og þetta ávið ótrúlega margt leið og leið maður að gefa sér tíma og bara spjallar á góðu nótum við fólk stefnuna. Ég held að fólk átti sig voða vel á því að þetta ekki einhverja svakalega fringe hugmyndir. Svo ég sletti svona aðeins. Það við erum ekki klikkaði kommunistin á hotninu sem að hrópa
brennum niður öll fyrirtæki og setjum allt í almanneigu. Ég held að við stöndum nokkuð sterkt með það að þó að þetta sé náttúrulega róttæk stefna sem við bjóðum upp og þetta róttæk svona uppstokkun á samfélagsgerðinni, þá kunnum við okkur samt, sko. Við erum, þetta er skynsamleg stefna og ég held að fólk átti sér alltaf á því þegar maður tali svona stefnuna við, sko. Jafnvel þó að þau enda ekki á því að kjósa flokkinn, þá allavega sjá þau okkur sem eðlilegan flokk, sem ég held að eitt sem að hefur gengið mjög vel í þessari kosningu og líka bara seinustu ár fyrir flokkina, við getum loksins presenterað okkur sem sko raunverulegan möguleika og ekki einhver svona ekki sem einhvern svona brjálaðan öfgaflokk. Einmitt. Það eru fleiri sem geta verið skynsamir heldur en Framsóknarflokkurinn en nákvæmlega. En ég ætla að segja, já líka í síðustu könnun þá var Sósíalistaflokkurinn í ykkar kjördæmi mældist stærri en Sjálfstæðisflokkurinn og það væri nú gaman ef að þú myndir Arild verða bara þingmaður og svona ertu ekki þungarokkljónsveit? Jú, ég sem sagt þegar ég ekki að vinna í félagsmiðstöðunum þá var ég dauðarokkari. Það væri nú gaman að koma dauðarokkinu inn á Alþingi, smá dauðarokki. Já, það væri nú ekki leiðilegt. Það er svona ég baráttunum núna, ég hefur alltaf svona, það hefur verið fyndin hugmynd svona aftur í hausnum að vera í bæði, sko. Já, skynsamur dauðarokkari. Já. Það var ekki Óttar Proppé líka í Ham? Jú. Jú, hann var í Ham, sko. Það var ekki í sinu fyrsta sinn. Nei, það var annars sinn. En Elvar, hvað segir þú, Elvar, hvernig ætlað þú að beita þér núna þessu 3 dögum sem eftir eru? Hvaða slag ætlað þú að taka helst, heldur þú? Ég ætla bara að hitta fólkið og bara tala við þau og bara ræða helstu stefnu, bara það sem þau vilja spyrja, sko. Við ætlum að vera á Akureyri á Glerártorgi næstu 3 daga, 2 dagar verðum við bara að spjalla við þeim og einn daginn verðum við við verðum að selja til styrktar, minnir að það hafi verið matarhjálp. Já, matargjafir á Akureyri. Já, matargjafir, já. Okay. Og þá værum við minna merkt og við værum ekkert að predika neitt en það væri bara svona nýta bara svona það mannaflan sem við erum í að gefa eitthvað á okkur líka, sko. Já. En það er náttúrulega mitt áberandi að sósíalismin er valkostur sem er ekki bara byggð upp á einhver svona ölmusu hugsun að gefa bara einhvern skókassa fyrir jólin, heldur líka einhver raunveruleg bót. En það passar auðvitað mjög vel að huga matargjöfum og viðkvæmastu borgurunum okkar. Þannig að það hljóma nú mjög fallega sem aðgerð. Ég þakka kærlega fyrir spjallið Elvar Forsdal, námsmaður í 15. sæti í Norðaustur, á Sósíalistaflokknum, Ari Orrason í öðru sæti í Sósíalistaflokknum í Norðaustur, kjördæmi, forvarnar og félagsmálaráðgjafi. Kæra þakkir og gangi ykkur vel bara í baráttunni, kosningabaráttunni og ég vonast til að sjá ykkur inn á þingi. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Bless. Og við höldum áfram við rauðaborðið eftir smá stund. Ekki fara langt, við tökum örstuttar frímínútur. Það komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is.